Ok. Það fullt af fólki á TikTok að tala skipulagsmál, nefnilega. Ég læri það daginn, sko. Nei, ég horfði stundum á tölvunni. Heyrist í mér? Já, ok. Góðan dag, krakkar. Ég heiti Jónsi og skipulagsfræðingur og kem hérna frá skrifstofu sem heitir SSH til þess að tala við ykkur skipulagsmál. Þið eruð að fara núna að vinna smá skipulagsvinnu, þannig að mér fannst bara rökrétt að kenna ykkur aðeins skipulagsmál því þið eru núna að fara að gera það sem að ég geri í minni vinnu, sem að skipuleggja. Nú, við sem erum að skipuleggja, við þurfum stundum að hugsa hluti eins og hvar ætlum við að setja hús, hvar ætlum við að setja götur og vegi, hvar ætlum við að setja umferð og strætóa, hvar ætlum við að vera með leiksvæði og þetta eitthvað sem þið eru núna að fara að skoða í ykkar verkefni. Hvar viljið þið hafa þetta í ykkar hverfi og hvar teljið þið þessu tækifæri til þess að bæta? Nú, sum ykkar hafi kannski nú þegar verið að gera skipulag því að það til tölvuleikir þarna úti eins og SimCity eða Sims eða Animal Crossing þar sem þið eru að hugsa vegi og landbúnaðarsvæði eða leiksvæði og mikið af því sem að þið eru að gera í þessum leikjum það sem að þið þurfum að hugsa í skólaverkefnin ykkar. En góð leið til að hugsa hvað skipulagsmál eru að skoða hvernig borgir og bæir voru skipulögð í gamla daga. Þannig ef við förum hérna til lands sem heitir Tyrklands og heimsækjum stað sem að heitir Katalahuk, held ég, eða Katalhauk, við skulum bara kalla það Ísafjörð. Má ég kalla það Þetta sem sagt Þetta svæði sem að fornleifafræðingar hafa grafið upp og þeir halda að þetta sé 6.000 ára gamall bær. Píramídarnir sem Ævar var að sýna ykkur áðan, þeir voru byggðir fyrir 2000 árum eða aðeins meira og þetta 6.000 ára gamalt. Og það sem fornleifafræðingar hafa séð þeir skoða þetta lítur svolítið út eins og býflugnabú. Það að segja húsin þarna voru byggð svona ofsalega þétt saman og voru eins og stór herbyggi og fólkið þarna bjó bara ofan í sínu næsta nágranna með engum götum eða vegum. Og við vitum ekki hvernig það leit út, en á netinu eru til svona teikningar þar sem listamenn hafa verið ímyndað sér hvernig það gæti að hafa litið út. Og það sem við sjáum að fólkið, það labbaði ekki eftir götum, heldur labbaði á þakinu. Og svo voru bara íbúðarnar bara svona hlið við hlið og þarna lifðu fólk sínu daglega lífi með fjölskyldunni. Og það var kannski að rækta dýr, eða hugsa dýrin sín, það var kannski að vinna korn, það var að hugsa börnin sín, að kenna börnunum sínum hluti sem það þurfti að læra. Svo þegar fólk þurfti að fara á klostið, þá labbaði það út á þakinu og fór kannski bara út að læk og gerði þarfir sína þar. Svo þegar einhver dó, þá bara gróf það fólkið í gólfið sitt, þar sem kannski voru amma og afi og aðrir ættingjar. Já, ég veit. Og við vitum að því að skoða þetta, að fólk skipulagði þetta út af því að þetta var eitthvað sem var rökrétt eða meikaði sens fyrir þau á þessum tíma. Það var kannski öruggara að labba á þakinu heldur en að vera að labba niðri þar sem göturnar voru þröngar. Það var kannski betra loft og meiri sól. En svo líka með því að byggja svona þétt, þá voru líka hægt að ganga miklu styttri vegalengdir. En fólk hætti að búa þarna fyrir mörg þúsund árum og við höfum bara fornleifarnar til þess að skoða. En ef við förum síðan frá Tyrklandi til annarar borgar sem mjög virk í dag, það borg sem heitir London. Einhver hérna sem heimsótt London? Já, ég læriði þarna og þetta uppáhaldsborgin mín. Þetta borg með neðanjarðar lestir og stóra strætóa og risastór hús og eins og Ævar sýndi áðan, þarna eru hús byggð úr gleri og stáli og eru kannski 50, 60, 70 hæðir. Það líka einhver heldur góð fótboltalið þarna, ég veit það ekki, ég horfi ekki á fótbolta. En í gamla daga þá var London svona, eins og getur kallað, bara svona miðaldaborg og þar flutti fólk inn í miklu magni og borgin stækkaði og stækkaði. Og eftir því sem borgin stækkaði þá fór komið ýmis vandamál. Til dæmis hvert átti kúkurinn og pissið að fara. London eins og margar borgir byggð við sjó eða á og á þessum tíma þá bara fór kúkurinn og pissið bara beint út í á og síðan bara fór það út í sjó þegar það rigndi. En eftir sem borgin stækkaði og stækkaði þá náttúrulega var erfiðara og erfiðara fyrir ána að tæma sig. Og einn dag árið 1850 þá bara var engin rigning í langan tíma. Þannig að allir kúkurinn og pissinn bara fór beint út í ána og bara hékk þar dag eftir dag eftir dag eftir daga. Svo einn daginn kom hitabylgja
og lyktin var við svo vond að það leið yfir fólk og það fannst langt út í sveit. En þetta sem skipulagsfræðingar gera að þeir oft reyna að laga einhver vandamál sem að koma upp þegar mikið af fólki safnast saman. Þannig að það sem að stjórnvöld þarna ákveðu að gera var að þau ákveðu að byggja bara frekar flott kerfi af vatnsleiðslum, af skolplögnum, þau lögðu lestir, þau byggðu svona bakka meðfram ánni þannig að hún var ekki alltaf að flæða yfir og þannig reyndu þau að leysa vandamáli sem gerðist eftir því sem að borgin stækkaði. Nú á Íslandi erum við með eitt svæði sem kallast höfuðborgarsvæðið og þið búið í borg sem heitir Reykjavík sem er hluti af höfuðborgarsvæðinu. Nú fyrir 200 árum þá var Reykjavík bara pínulítill fiskibær þar sem fólk byggði húsin sín alveg út í sjó. Það var kannski ein verslunargata sem lá út úr bænum og fólk stundaði verslun og þjónustu. En svo eins og í London stækkaði Reykjavík, fluttist meira fólk inn og þá þurfti fólk að hugsa hvar að byggja skóla, hvar að vera með leiksvæði, hvar að vera með spítala, hvernig tökum við meiri umferð. Og það er svo gaman að við getum sko kort af höfuðborginni og Reykjavík og við sjáum hérna árið 1780 þá var bara pínulítill punktur í miðbænum. Það voru 200 manns sem bjuggu í Reykjavík þar sem ég held að séu færri en er í þessum skóla hér. Síðan stækkaði borgin og árið 1840 þá vorum við komið með svona 1000 íbúa og svo stækkaði hann áfram og það fór að gerast eitthvað þarna. Það fór einhver nýr bær. Vitið hvað hann heitir? Næstum því, Hafnarfjörður. Það er það sem gerist, það fóru nýir bæir að verða til og eftir því sem að höfuðborgin stækkaði og fleiri bæir komist inn þá fóru að verða til nýir bæir eins og Kópavogur og Garðabær og eftir sem tímanum vatt fram árið 1985, það var árið sem ég fæddist 84, þá var höfuðborgarsvæðið orðið bara svona nánast eins og einn bær og það hafi haldið áfram og núna í dag þá getið þið bara labbað í gegnum alla höfuðborgina án þess að sjá hvar einn bær byrjar og annar endar. Þannig að eins og þegar þið farið í IKEA, eru þið þá í Reykjavík? Nei, því það er bara annað sveitafélag. Eða Smáralind, eru þið þá í Reykjavík? Nei. En eru þið eitthvað að pæla í því þegar þið farið þangað? Nei, er ykkur ekki bara alveg sama? Jú, þið viljið bara geta komist þetta hratt og örugglega. Ger ég ráð fyrir. Nú, annað eins og við erum búin að heyra núna, þegar eftir því sem borgir stækka, þá verða alltaf fleiri og fleiri vandamál sem þarf að eiga við. Og við sjáum hérna að á seinustu 20 árum, frá árinu 2000, það hafa íbúar á svæðinu farið frá því að vera 170.000 og yfir í 240.000. Þannig að það er eins og bara heill Kópavogur hafi bæst við svæðið frá árinu 2000. Og einhvers staðar þarf þetta fólk að búa, fara í sund, fara í skóla, sækja verslun og þjónustu. Og það er það sem að þið þurfa að pæla í ykkar vinnu sem skipulagsfræðingar. Hvar á þetta fólk að vera og hvernig á það að lifa. Því Reykjavík og höfuðborgarsvæðið heldur áfram að stækka. Nú, í verkefnin ykkar sem þið eru að fara að vinna núna, þá eru þið að fara að gera módel af bænum ykkar og skoða hvernig hverfið ykkar getur mögulega batnað. Og þá getur til dæmis velt fyrir ykkur hvaða umhverfi finnst ykkur skemmtilegra. Hvaða umhverfi myndið þið vilja frekar búa í eða versla í. Þið getið fara að pæla í hvernig finnst ykkur umferðin. Er hún góð eða slæm? Er þið með einhverju hugmyndir til þess að bæta hana? Mengunin sem er að koma eða svifrykið, er það eitthvað sem ykkur finnst gott? Nei. Við til dæmis vitum að við getum ferðast til vinnu og skóla með mörgum leiðum. Við getum labbað eða hjólað, við getum tekið strætó, við getum keyrt eða blanda allt á milli. Við köllum það vistvæna ferðamáta þegar við göngum eða hjólum eða tökum strætó. Og það getur verið gott fyrir umhverfið og heilsun okkar ef að við nýtum vistvæna ferðamáta eins mikið og við getum. Við getum líka hugsað, eru þið að labba eða hjóla í skólan? Og ef þið gera það ekki, akkur er það? Í löndunum í kringum okkur til dæmis, þá erum við með eins og Japan. Þar er borg sem heitir Tókíó og þar fara 6 ára krakkar í neðanjarðarlest til þess að komast í skólan og þau gera það bara ein. Í Noregi þá veit ég að eru svona gönguhópar sem að sækja krakkana og labba með þeim í skólan. Þannig að krakkarnir eru aldrei einir og þurfa þá ekki að keyra. Skólinn ykkar er hér og þið sjáu að það er svona íbúðabyggð í kring og vegir og hjólastígar og göngustígar. En þegar þið setjum upp skipulagsgleraugun þá kannski lítur skólinn ykkar svona út. Við köllum þetta skipulagsuppdrátt
og eins og í kannski tölvuleikjunum sem þið hafið spilað, þá sjáum við að það eru mismunandi litir sem tákna mismunandi hluti. Þannig að fjólublátt, hvað haldið að það þýði? Hús og íbúðir og svoleiðis, einmitt. Þetta appelsínugula, það táknar yfirleitt skóla eða elliheimili eða svona, eitthvað svona, eins og ég segi, einhvers konar þannig þjónustu. Svo erum við grænsvæði og við erum með verslun og þjónustu. Svo er skeifan þarna svona gul á litinn. Og þetta er það sem við gerum í skipulagi. Við setjum svona leyfi, hvað má og má ekki gera og reynum síðan að byggja eftir því. Og svo erum við hérna með hérna götu í miðborginni sem heitir Skólavörðustígur. Ég málaði hana í regnboga þegar ég var að byrja að vinna hjá borginni. Og hún er svona ennþá í dag og það var fullt af krökkum sem hjálpaði því. Og það er eitthvað sem þið getið líka að hugsa með ykkar skóla eða hverfi. Er eitthvað svona skemmtileg verkefni sem þið myndu vilja gera þar. Þannig, takk fyrir mig.